Millisaga 1. Segullinn sem togaði í sjálfan sig. Það var einu sinni segull sem hét Magnús. Hann var ekki vondur, ekki brotinn, bara óvenjulega móttækilegur. Allt sem glitraði af möguleikum togaði í hann. Ný vinnasmellur, nýtt sambandsmellur, nýtt markmiðsmellur. Í hvert skipti hugsaði hann, þarna er það. Vandinn var bara sá að Magnús togaðist líka að sjálfum sér. Í hvert skipti sem hann sá réttu útgáfuna af lífinu hljóp hann af stað og small á eigin spegilmynd. Snúningur, marblettur, hann skipti fólk, áhugamál, verkefni. Allt leit út eins og hreyfing, en hann var alltaf örlítið á undan sjálfum sér. Aldrei alveg kominn. Ef hann ætlaði að róast, örvaði hann sig. Ef hann ætlaði að sleppa, hélt hann fastar. Svo kom dagurinn þegar hann var þreyttur. Og hann gerði eitthvað sem hann hefði aldrei dottið í hug. Hann gerði ekkert. Engin smellur, engin togkraftur, bara kyrrð. Í fyrstu óþægileg, svo hlutlaus. Og loks alveg róleg. Auðvitað small hann aftur við hurðarhús seinna sama dag. En nú hló hann. Því stundum er erfitt að vera mættur þegar maður er alltaf að leita á næstu útgáfuna sjálfum sér. Sérstaklega þegar hún er alltaf 2 skrefum á undan manni.